Við bjuggum til internetið, við vitum hvernig það virkar. Kæru hlustendur, velkomin í Pírataspjallið og gleðilega 19. júní, kvenréttindadagur hér á Íslandi. Með okkur í stúdíónu eru hún Brynhildur Heiðar Ómarsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélag Íslands og Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi. Velkomnar. Takk. Og til hamingju með daginn og með réttindin. Sömuleiðis til hamingju. Kvenréttindadagurinn í dag, 19. júní, er íslenskur og auki er alþjóðlegi kvenréttindadagurinn þetta 8. mars. Kvenréttindadagurinn á Íslandi komu þetta í kjölfarið þess að konur fengu kosningarétt. Já, Íslandi hefur í rauninni að við erum með 3 baráttudaga kvenna. Já. Að við höldum upp á 8. mars sem er alþjóðlegi baráttudagur kvenna og það er haldið upp á hann nokkur veginn allstaðar í heiminum nema Bandaríkjunum. Og síðan höfum við þetta 19. júní en það er dagurinn sem við fengum kosningaréttin 1915 og þá í rauninni höfum við verið með þetta að fagna þá borgaralegum réttindum á þessum degi og síðan er nýjasti dagurinn og það er kvennafrídagurinn 24. október og hann kemur auðvitað til 1975 þegar konur velja þann dag. Þetta er dagur Sameinuðu þjóðanna og hann er valinn af í rauninni konunum sem komu saman úr öllum áttum árið 74 og ákveða að gera eitthvað stórt á ári kvenna 1975 og völdu þennan dag og svo að nú erum við í rauninni ekki ofgnótt til því að segja við erum aðeins að byrja að safna saman okkar frídögum þar sem við tölum og minnumst baráttunnar og baráttu kvenna sem komu undan okkur og stöppum í okkur stálunu fyrir áfangana sem við erum enn eftir að ná. Nákvæmlega og það eru akkurat þessar valkyrjur og þeirra öxlum sem við stöndum í dag. Algjörlega. Nýja stjórnarskráin, við vildum tala svolítið hana í dag. Hún er auðvitað útfærð hér og kosið 2010 og til seinni tíma auðvitað hefur það ferli verið kannski svolítið flókið og ekki fullbúið. Ef við byrjum kannski á gömlu, eins og hún er kölluð, gömlu stjórnarskráni sem er stjórnarskráin sem er gildandi í dag, grunnstoð samfélags, þar sem við fáum réttindin okkar frá og við getum alltaf leita í stjórnarskrána, sérstaklega hvað varðar bæði réttindi en líka á hvaða grundvelli við erum að gera lög til framtíðar. Hvernig var var gamla stjórnarskráin sem er gildandi í dag gerð af öðru fólki en bara gömlum dönskum embættisköllum? Já, ég fór einmitt núna á 17. júní þegar við fögnum því að 75 ár eru liðin frá því að við lýstum yfir sjálfstæði okkar að þá fór ég einmitt og prentaði út þessa stjórnarskrá þá eins og hún var samþykkt á þingi 44 og var einmitt að athuga þá hvernig kvenréttindi var rætt kvenréttindi í þeirri stjórnarskrá og sem kemur til ljós að það er ekki rætt kvenréttindi, að kvenréttindi eru ekki tryggð, jafnrétti er ekki tryggt í þessari stofnskrá í rauninni íslenska lýðveldisins. Það eina sem ég fann þarna var að í 33. grein og þetta er þá stjórnarskrá sem ég tek fram að það er búið að fella þetta úr gildi, það er búið að breyta stjórnarskráninni nokkuð oft síðan hún var samþykkt 44. Nákvæmlega. En þá einmitt kemur fram í 33. grein að kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur sem eru 21 árs að aldri eða eldri þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi og hafa verið búsettir í landinu síðustu 5 árin áður en kosning fer fram. Þó getur enginn átt kosningarétt nema hann hafi óflekkað mannorð og sé fjárráður og síðan þurfa að taka fram hana í næstu efnisgrein, þurfa að taka fram sérstaklega gift kona telst fjár síns ráðandi þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni sínum. Það er að segja að þá byggum við það í samfélagi sem þar sem konur byggu ekki við sömu, voru ekki með bankareikning, að bankareikningu fjölskyldunar var þá í höndum mannanna og það þarf að taka fram sérstaklega að þrátt vera fjárræðið sé skilyrði fyrir kosningarétti að þá eru konur samt en þá
menn í orðins fylstu merkingu eða orðins fylstu lagana og þetta olli mikilli reiði meðal kvenna sem hafði unnið í áratugi að berjast fyrir í rauninni jafnrétti og berjast fyrir sjálfsögðum borgaralegum réttindum að það var þarna á alþingishátíðinni, það er frægt að á alþingishátíðinni þegar lýst við sjálfstæði á Þingvöllum 17. júní 1944 að það var dagskrá í rauninni bara í höndum karla, það voru bara karla sem fengu að tala þar og eina konan sem átti að vera á dagskrá var fjallkonan og hún gleymdist í jeppa og fór aldrei upp á svið og þetta var bara mjög bersýnilegt sem sagt í rauninni að þá voru allar konur hvað er þetta landið sem verið að skapa fyrir okkur, ég held að þetta var land fyrir okkur öll, svo að 2 dögum seinna, 19. júní 1944 og þá boða konur Kvenréttindafélag Íslands að þá boðað til landsfundar kvenna, þar sem kvenfélagar allstaðar á landinu hittast og að ræða málin að hvað að gerast og eitt af stóru efnunum í þessum fundi stjórnarskráin og það að stjórnarskráin ekki að tryggja jafnrétti og þá auðvitað og það sem gerist það á 1944 haustið að þá fer formaður Kvenréttindafélagsins Laufey Valdimarsdóttir sem var dóttir Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem stofnandi félagsins hún og stjórnin öll fer á fund þá forsætisráðherra Ólafs Thors og hreinlega leggur fram kröfu, ég ætla ekki eins og að segja ályktun, leggur fram kröfu landsfundar kvenna að konur verði skipaðar í nýja stjórnarskrárnefnd og það gert og þá þetta illræmt núna að í þessari upphaflegu stjórnarskrár sem samþykkt 44 og þá kemur mjög skýrt fram að stjórnarskrárnefndin sem skrifa þetta leit á hana sem uppkast. Þetta ekki endanleg útgáfa af stjórnarskráni. Það sagt bara mjög berorða í greinagerðinni að þau vilja að Alþingi fylgist með hvernig þingi út í heimi starfi að stjórnskipan og taki það besta frá okkar nágranna ríkjum og búi til fallegri stjórnarskrá og það verði skipuð stjórnarskránefnd til þess að vinna þessum breytingum. Og hann verður við því, hann Ólafur, þáverandi forsætisráðherra, hann verður við því, hann skipar flokkarnir 4 á þingi að þeir fá hver að skipa einu konu í þessa nefnd sem þá fjölgar úr 8 í 12 og en svo nefnd í rauninni fuðrað upp að það verður ekkit af starfi nefndarinnar og þrátt fyrir ítrekað fyrirspurnir mér skilst rétt að þá í rauninni varð ekki úr því og þetta hefur verið einmitt þá afdrif í rauninni þessar stjórnarskrárbreytingar. Það hefur verið þá árið 1944 að fólki sem vann að ritun hennar hafði stórar hugmyndir þá í rauninni hvernig það þyrfti að vinna betri en Alþingi hefur einhvern veginn aldrei náða að koma saman til þess að vinna að þá plaggi sem við getum öll verið stolt af og getum tryggt réttindi okkar allra. Já, þetta þá tæpum 75 árum síðan. Já, þetta eru akkurat 75 ár síðan. Já. Svo að við erum ennþá 75 árum erum ennþá að bíða eftir í rauninni þá stjórnarskrá sem þá þingmenn sem ég tek fram og ég vil ítreka að voru bara karlar. Það voru bara karlar að þingi árið 1944. Að jafnvel þessir karlar gera svo grein fyrir að það þyrfti að fá betri stjórnarskrá og við bíðum ennþá spennt eftir þeirri skrám. Já, og það líka áhugavert. Við erum ekki einungis bara að tala innihald stjórnarskrár, heldur líka aðkomu kvenna að stjórnmálum. Sigurbjörg, þú hefur nú tekið sæti á Alþingi og situr núna í bæjarstjórn í Kópavogi. Já. Hefur eitthvað breyst hjá ykkur allavega síðustu 75 árin? Já, í bæjarstjórn Kópavogs núna eru konur alveg jafn margar og kallar, 5 af 11. Já, það næstu, já. Já, þannig að það alveg jafn hlutföll. Og ég hugsa að það hafi verið þannig í einhvern tíma. Já. Já, og það auðvitað komin mikil áhersla á að, ég veit hreinlega ekki hvort það séu okkar reglur í Kópavogi eða hvort þetta séu lög yfir landi allt varðandi að skipa í nefndir og ráð að það áhersla á að það sé sem sagt jafnt eins og kostur Já, það jafnréttislög. Já, það bara hreinlega samkvæmt lögum, en það auðvitað næst ekki alltaf og svo þetta svona
flóki í útfærslu þegar það verða að kjósa af mörgum listum inn í þess að nefndur að ráð, sko. Þannig að það endar ekki alltaf jafnt. En jú, ég myndi segja að, hvað hlutfell kvenna og karla varðar, þá erum við komin ansi langt og já, ég veit ekki hreinlega hvort það væri hægt að bæta. En það mitt gleðilegt, það í rauninni það gilda jafnréttislög á Íslandi síðan 2008 þar sem kveður á að það skulle vera jafnt kynjahlutfall í opinberum nefndum og ráðum. Þá einmitt stofnun eins og Alþingi sem í rauninni fer ekki samkvæmt þessum reglum og þegar við lítum á þá nefndir Alþingis þá í mörgum þeirra mjög skelfileg kynjahlutfall. Það var núna bara á þinginu 2017 þegar fjárlaganefnd af skipu með 8 karlmönnum og 1 konu. Að þetta þá langt í frá að vera jafnt kynjahlutfall, en þá í rauninni afsökunni þeirra að þetta nefndir kjörina fulltrúa. Það er að segja að þessna að vegna þess að fólk sé að flokkar sé að skipa fulltrúa og hver flokkar skipar í rauninni einn og einn, þá geta ekki tryggt jöfn kynjahlutfall. En einmitt ef bæjarstjórnir geta tryggt kynjahlutfall skipum nefndir og þá sé í rauninni ekki að þetta sé einhver afsökun hjá Alþingi. Og þá í rauninni þetta bara vaknar upp svo spurningum fyrirkomulag á Alþingi að það er að sjá og ég veit og ég þekki fólk á þingi og þetta mestuleyti frábært fólk sem vil vinna vel en það verður að bara við verðum að velta fyrir okkur bara vinnumenningu inn á Alþingi og vinnureglur, bara hvernig Alþingi að virka sem vinnustæður og hvernig það að tryggja að þá jafnrétti í öllu sínum verkum, ekki bara þá í rauninni lögunum sem verða að sitja á heldur einnig fyrirkomulagi og sinni eigin innri stjórnskipan. Akkurat, þótt að við myndum kjósa einungis kalla að þinga morgun, það þá Alþingi Íslendinga? Þú talar kjörna fulltrúa. Stór spurning. Og hvernig, einhvern veginn þá samtalið þá aftur komið í, þessa kvensu með þessi vandræði. Þá verður þetta allt í einu vandamál að fá þetta 50-50 í staðan fyrir að hugsa, við erum með fullt af mjög kláru, frábæru fólki í landinu sem ennþá, megnis svona jafnt nú ég ekki mikið fyrir tvíkynhyggjuna en kalla konur og kynsegin. Ef það ekki tryggt innan við kerfi sem segir að það á að vera jafnréttislög, það yfir höfuð hægt að fara til lögum, Svo þetta þetta á, já. En já, svo nefnilega, það þetta ekki nóg að við setjum okkur lög eða við með reglur að við viljum hafa þetta jafnt, heldur svo kemur alltaf að því. Við sjáum fréttir af nú verið að auglýsa stöðu seðlabankastjóra og 16 sækja þar að veru 2 konur 14 kallar. Við sjáum yfirliti við tekjuhæstu stjórnendur fyrirtækja, þetta allt kallar eða í mjög miklu meiri hluta. Og þá spyr fólk eðlilega, en eru konur bara nokkuð að sækjast eftir þessu? Og þetta alveg að sama með stjórnmálin líka. Nei, kannski það bara ekkert að sækjast mikið eftir þessu, en hvers vegna það? Og það svo annað sem við þurfum að tækla eins og í kosningabaráttunni þarna fyrir rúma ári síðan þegar við vorum að kjósa í sveitarstjórnir. Þá vorum við að ræða saman úti, það var atvikaðist þannig að það voru konur í forystusætunum allstar í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi. Hjá Pírötum, já. Og okkar upplifun svona af kosningabaráttunni og aðdragandanum, við tókum þetta saman og gerum hreinlega gjörning úr þessu. Allar athugasemdirnar sem við vorum að fá sem hefði verið svo hlægilegt að karlar hefði fengið. Það sífellt verið að spyrja okkur barneignir, ert þú eins og Dóra og spyr, skilurðu, treystur þér að taka ábyrgð af einhverju svona og þú ert nú ekki einu sinni byrjuð að eiga börn og eitthvað og ég átti of mörg börn og ég var með of ung börn og skilur það engin svona hæfilegur fjöldi barna sem þú getur átti að þú ert kona í pólitík eða frambæður pólitík og það svona hvernig við erum bara hverju við erum spurðar að og hvernig við erum representaðar í fjölmiðlum og bara í samfélaginu að þetta auðvitað stóra málið og hefur áhrif á hvort konur sækir svo í sig störf og við getum auðvitað endað með bara eintóma karla eftir kosningar
ef að samfélagið einhvern veginn ekki að bjóða upp á konur og þá erum við auðvitað bara í vandræðum þó við séum einhver lög sem að segja að það er verið jafnt hlutfall karla og kvenna. Akkurat, og þetta fjallar nefnilega líka gildi. Já. Og hvaða gildum erum við að byggja samfélagið okkar, þjóðin okkar, líka alþjóðlega, á hvaða gildi liggja til grunns og karlagildi, kvenlagildi, þessi nýja stjórnarskrá okkar ætti, það komu fleiri konur og minnihlutahópar að gerð hennar en núverandi og gildandi stjórnarskrá. Sést það í þessu nýja plaggi sem varla það nýtt lengur? Já, ég tók þann. Þetta var að mér vitandi, ég held að þetta séu einum kosningarnar á Íslandi þar sem voru nú sett sérlög sem sagt kosningarnar að ef það væru ekki jöfn kynjahlutföll kjörinna fulltrúa í stjórnlagaþingi þá skildi tekið til þess brags að setja á kynjakvóta og ég var mjög sátt við þau lög. Ég sjálf gekk inn á kjörstað þá kaus bara konur og ég geri í rauninni alltaf í öllum mínum kosningum þegar ég greiði atkvæði og en síðan í rauninni þá fylgdist ég líka stolti af Íslendingum að þegar við okkur í sameiningu þegar við kjósum til jafnt þing kynjalega séð, ekki fullkomlega jafnt en að nálgast þrátt fyrir að vissulega hafi verið þó þetta ákveðin önnur vandræði í þeirri skipan vegna ef ég man rétt þá held ég hafi verið ein manneskja sem var búsett á landsbyggðinni og þá erum við komin út í allra pælingar og þá rauninni þess getum við talað að þetta sé stjórnarskrá skrifað af öllum Íslendingum þegar þetta stjórnarskrá skrifað af Reykvíkingum og varpa ég þessum fram en það má vissulega sjá þetta á nýju stjórnarskráni að hún skrifuð með aðkomu mun fleiri hópa heldur en fyrri útgáfur stjórnarskránar og þá hreinlega bara með þá áhersluna á mannréttindakaflann að það sé að jafnrétti og mannréttindi sé bara skellt fram þarna í 7. greininni og það sé yrt á mjög fjölbreyttan máta en síðan líka þetta eimir enn af gömlum hefðum í venjum í þessu nýja sem sagt þessu dragi, þessu drögum nýju stjórnarskrá að mannréttindakaflinn eini kaflinn sem notar sem ávarpar bæði í kynin það sé að tala bæði í kynin að tala við öll erum jöfn en allstar við öll, það öll kyn öllin, já. En allstar í öllum öðrum greinum að þá talað allir að það að segja að allir hafa rétt á og allir eiga það þarf að segja að þetta í rauninni þá í rauninni fjölhópur Íslendinga karlkyns og þetta sem sagt þetta hljómar ekki alveg en þetta í rauninni ákveðin merki sem sagt hvernig bara sjálft tungumálið að setja hugsun okkar í ákveðnar hömlur að þegar sem sagt að við erum að yrða þetta mikilvæga plagg og nýtum til þess í rauninni tungumál sem málfræðilega sé nær bara til helmings þjóðarinnar. Já, það nefnilega, eitt innihald og hvað það táknar og innihald, hvernig lítur það út í útfærslu og hvaða lög getum við byggt á þessum grundvelli en svo hvernig lítur þetta út í orðum fyrir hvern þetta plagg að tala. Já. Og það þetta held ég mjög góð punktur. Það verið mjög erfitt, get ég sagt fyrir mig allavega, að flytja aftur heim til Íslands og átta mig á eiginlega hversu rosalega kynjað málið okkar og hversu erfitt það fyrir fólk að aðlast svona meira hlutlausu máli eins og öll velkomin og það auðvitað allir og konur og líka menn, allt það, þú veist, þetta auðvitað, en það svolítið erfitt fyrir mig að skilja þetta með konur og líka menn ef konur og eða konur og kynsegin ekki finna fyrir að þau eru það. Nei, og þetta í rauninni og þetta eins og við tölum með þetta við, það var þetta að kalla þetta nýju stjórnarskrána, hún var nú aldrei samþykkt og komin til ára sinna og úreltist í rauninni eiginlega bara strax á fyrsta ári að þá ef við lesum hennan kafla 7. grein jafnræði sem hún hljómar svo öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags,
fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarhátta, skoðana, stjórnmála, tengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Og ég man þegar stjórnlega þing, þá það stjórnlega ráð að funda, þá eru mótmæli fyrir utan fundastæðin. Og það hinsegin fólk, það transfólk á mótmæla. Og það mótmæli því að kynvitund ekki inn í draugunum. Já. Og ég sem sagt mjög upplýstur feministi en var þó ekki það langt komin í rauninni minni þróun þar að segja ég vissi ekki alveg hvað var að vera ræðum að þú veist ég var bara heyrðu en ég held að nær það ekki kynferði nær það ekki utan þetta og kynhneigð og nei, það gerir það bara alls ekki og árið seinna þá er ég þetta bara alveg staðfastlega, já þetta er ekki nógu gott kynvitund verður að vera hérna og núna þegar við lítum til dæmis á nýju mismununarlöggjöfuna sem var að vera lögfest á Alþingi í fyrra þá ganga þeir lengra þá talaði líka kyntjáningu og kyneinkenni svo að þetta líka eitt við mannréttindi eða ekki mannréttindi okkar skilningur á mannréttindum okkar skilningur á jafnrétti og okkar skilningur á fjölbreytileika hann verður aldrei fullkomnaður hann á alltaf eftir að þróast eftir því sem samfélagið þróast að þá okkar skilningur á þess að jafnrétti eftir að þróast en því það að stjórnarskrá sem þessi að hún getur aldrei verið föst í stein að þetta verður alltaf að vera lifandi plagg þetta verður að vera plagg sem við kíkjum á við uppfærum eftir því sem við sjálfþroskumst sem samfélag svo að klárlega er þetta mikið betra en stjórnarskráin sem við höfum í dag og ég vil taka það fram og fólk veit ekki af þessu að þú veist að já, jafnrétti tryggt í stjórnarskráinni sem nú gildandi en það var ekki gert fyrir árið 1995 pæli með því að við búum að landi sem tryggði ekki jafnrétti kynjanna og í rauninni jafnrétti þá annarra hópa mun færri breytur sem nefndar þar heldur en hér fyrir árið 1995 og eina ástæðan fyrir því að það talað jafnrétti kynjanna í þessu stjórnarskráni það að þá eru konur komnar að þing og það eru kvennalistakonur sem sitja í nefndum og sem sitja í þingi og það ýta því í gegn að jafnrétti kynjanna tryggt í íslensku stjórnarskráni og þess vegna skiptir svo afskaplega miklu máli að að Alþingi sé sem fjölbreyttast og það séu fulltrúar allra hópa á Alþingi og vissulega þetta þurfum við sem sagt að ég ekki að segja við að fara að skipa í Alþingi til þess að samkvæmt kvótakerfi ég trúi að ég mikið lýðræðismanneskja og trúi á kosningar en við þurfum þá að í rauninni að fara að huga að þá í samfélagsumræðinu og hvernig getum við komið sem flestum hópum á þing svo að við sköpum sem fullkomnustu lög fyrir okkar samfélag. Akkurat. Þessi kafli mannréttindi og náttúra hefur alveg nokkra greinar sem finnst mér sérstaklega að ekki bara borgarréttindum og réttindum kvenna heldur líka réttindum sem byggð eru á kvenlægum gildum ég ætla bara að segja það kvenlægum gildum own it girl já, þú veist þetta karllæg gildi og þetta hvernig við rökræðum á internetinu hvernig rökur tekin mér finnst rosalega fínt Sigurbjörg þú veist að segja bara með kosningabaráttuna síðasta ári þetta með hvaða spurningar fá konur í stjórnmálum hvaða spurningar fá kallar og á hvaða gildum ég veit það hlusta meira á mig þegar ég hérna og tala kannski aðeins dýpra en venjulega og þú veist hvernig við komum fram á það þetta kannski óformlega valdakerfi sem mikið á kallar gildum og skiljanlega kallar eiga sögun okkar til fortíðar eða svolítið mikið þannig en þessi kafli hér það eru mörg finnst mér kannski kvenlæg gildi það kemur af ég ætla bara að lesa upp 10. grein öllum skal tryggja mannhelgi og vernd gegn hverskins ofbeldi svo sem kynferðisofbeldi innan heimilis og utan hvernig þetta orðað að settin finnst mér sérstaklega koma að meiri kvenlægum gildum en karlægum þar sem kynferðisofbeldi gerist fyrir öll kyn en það ennþá stærsti hlutin af fólki sem verður fyrir þessu ofbeldi eru konur konur og transkonur, það eru bara konur sama innan og utan heimilis þú veist
mér finnst, hér er talað um rétt barna, skoðuna, tjáningafrelsi sem auðvitað mjög mikilvægt fyrir Pírata, upplýsingaréttur líka, frelsi fjölmiðla, en svo kemur líka af umhverfismálum, loftslagsmálum og vernd náttúrun okkar og ég var að hugsa Sigurbjörg, getum við talað konur og umhverfismál, konur og loftslagsmál? Já, loftslagsmálin eru þetta mjög mikið jafnréttismál og svona í stóra samhenginu út í að þetta eru þetta glóbal atriði sko, þá bitnar loftslagsváin miklu meira á konum heldur en körlum. Það eru konunar sem eru miklu meirihluta þeirra sem hafa það hlutverk að sækja vatn og afla fæðu, eru úti í þessu öllu og þegar það harðnar í ári og uppskeran brestur og svona, þá verður það allir þess að það er erfiðar fyrir þær verja meiri tíma út að gera þetta og á sama tíma dregur það úr tækifærum stúlkna til þess að stunda nám á sama tíma og svo þetta við förum í meira svona meiri bara umhverfis skipulag þá þetta með því að bæta samgöngur og þá stuðlu frekar að því að það mitt geti þær komast ræðir, geta frekar sótt skóla aðgengi að hreinlæti, vatni í skólum það verður til þess að stelpur geta frekar sótt skóla, að því þær eru þetta að fara á blæðingar og þurfa að hafa aðgang að hreinlæti, það eru meiri kröfur raunverulega heldur en fyrir strákana. Þannig að öll þessi mál það bara bein áhrif á tækifæri kvenna. Það eru hvað konur hafa í rauninni verið lengi í forgrunni í baráttunni fyrir umhverfismálum á Íslandi. Ég meina, er það ekki, man ekki hvað hann heitir, konan sem bjargaði Gullfossi? Sigurður Tómasdóttir. Þegar átti að virkja hann. Þá er það kona á sveitin sem segir bara, hingað ekki lengra, nei. Ég fer ekki að virkja Gullfoss. En er þetta ekki líka bara aðkomu mismunandi hópa? Nú talar þú blæðingar, konur fara túr, ekki allar, en margar. Ef að þú ert að skipuleggja menntun, ef þú ert að skipuleggja loftslagsmál, þið skipuleggja samgöngur, ef þú ert ekki meðvitaður hvað þarf eiginlega. Það er svolítið svona að þú kemur inn á þetta með mótmælin, að hvernig lítur þetta út fyrir annað fólk, hver kemur að þegar við byggjum hlutina saman þá verða þau bara betri einhvern veginn. Mér finnst einhvern veginn þráðurinn í gegnum þetta samtal líka hefur verið þegar aðkoma er ekki fjölbreytt af að búa til plögg eins og nýju stjórnarskrána. Út af því það er kvenréttindadagur í dag en er kvenréttindi mál kvenna? Eru konur einungis þær sem þurfa að koma að þessu? Auðvitað ekki, nei, það auðvitað græða allir þegar að jafnrétti eykst. Mér er svolítið gaman að hugsa út við erum að tala blæðingar til dæmis og aðkomu fleiri hópa. Núna erum við nýlega búin að virkja ungmennaráð í Kópavogi og við erum einlega barnasáttmálanar í bæjarstjórninni og þar er einmitt þessi ríka áhersla á að börn og ungmenni hafi aðkomu og geti haft eitthvað það að segja málefni sem að þau varða og það er sama með til dæmis notendaráð fatlaðra og öldungaráð að allir þessir hópar hafi tækifæri til þess að hafa aðkomu í málinu og nú heldum við fund með ungmennaráði, bæjarstjórn og ungmennaráð sem funduðu saman og þau voru með dagskrárvaldið algjörlega, komu upp í ræðu og við bæjarfulltrúar voru svo við vissum bara hvað við átt að fjalla skiptið á milli okkar hvernig við ætlum að svara og förum svo þarna óundirbúin upp í svör og eitt af málefnunum sem ungmennin vildu ræða voru tíðavörur í grunnskóla á salerninni í grunnskólum og við erum svona að skipta með okkur verkum og einhvern veginn situr þetta eftir og einhverju kallar að nátt eftir að fá útlitaða máli til þess að fara upp og svara í ræðustól og ég var svo ánægð með hann Pétur minn sem er fulltrúi Samfylkingarinnar hann bara, já ég tek það bara ekkert mál og bara svaraði mjög vel fyrir þetta og alveg á þess að blikna en við ræddum það einmitt þarna það er rosalega stutt síðan
það mátti fara að tala uppátt svona kvennamál. Já. Og hann mitt sagði að þegar hann var á þessum aldri sko í gaggó og þú veist, þá var bara þvílíkt feminismál sko, það var ekki hægt að segja þetta orð uppátt sko, það var ekki tala blæðingar og tala að konu væri forfallaðar og þú veist, en þetta það er svolítið gaman að hugsa það hvað margt hefur áunnist í baráttunni, bara hvað við megum tala í dag. Þetta það, já, á mjög stuttum tíma. Við þurfum ekki að kvísla lengur túr. Nei, Það akkurat. mátti stundum kvísla blæðingar. Já, en það mátti alls ekki segja túr, sko. Nei, og alltaf þetta, þú veist, þessi blái vökvi í auglýsingum fyrir dumbindi og allt eitthvað svona ótrúlega, já, þú veist, alveg vissulega framförða mátti alveg fara auglýsa tíðavörur en samt, þá var þetta mjög vandrarlegt alveg bara meira sér fyrir, sko, 20 ára síðan, þegar ég var 14. En núna nefniru ungt fólk, undlega ráðið og þá langar mig kannski að spyrja ykkur núna lokum, hver næstu skrefin sem við þurfum að stíga þegar kemur að jafnréttisbaráttunni, þegar kemur að kvenréttindabaráttunni og kannski hvern í samfélaginu sjáu þið þurfa að fara fremst þar. Að ég byrja þér, Brynhildur. Og ég með svo langan lista. Komdu með það. Ég ekki með langan lista. Það er svo margt sem við eftir að gera. Já. Þú myndist á þú myndist á ég til dæmis var búin að gleyma, ég hefði ekki lesið draugina þessari stjórnarskrá síðan ég kaus hana á sínu tíma. En þá þessi greinu mannhelgi að öllum skal tryggð mannhelgi og vernd gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi innan heimilis og utan. Þetta svo sterkt vegna þess að þetta stóra vandamálið í okkar samfélagi og vandamál sem beinist að báðum kynjunum, eða öllum kynjum faktískt séð, að tölur frá landlækna núna frá 2017 benda til þess að 37% fólks á Íslandi hafi upplifað ofbeldi af einhvers konar tægi og þá karlar eru þá í meirihluta þeirra sem upplifa líkamlegt ofbeldi, konur eru miklu meirihluta þeirra sem upplifa kynferðislegt ofbeldi eða upplifa þurft að þola. En þetta á sama tíma sem sagt að þá stjórnvöld og okkar alþingi að samþykkja aðgerðaáætlun gegn ofbeldi núna í vor þar sem tæplega 250 milljónum ætlað í sem sagt aðgerðir gegn ofbeldi, sértækar aðgerðir ofbeldi á 4 árum. Það sé 45 milljónir bara í ár sem þetta ekki neitt. Þetta brot í hafið og þegar við lítum á í réttarkerfinu hvernig ofbeldismál þá sérstaklega kynferðisofbeldismál að þetta einhvern veginn virðist vera eini glæpurinn á Íslandi sem rauninni hægt að fremja og refsilaust. Það eru ekki eftirmálar. Að þetta stóri potturinn í okkar samfélag og við þurfum saman ekki bara á alþingi, heldur líka af almenningur og við fólk sem stöndum utan að við þurfum að koma saman og hvernig tökum við á ofbeldi og þá kynferðisofbeldi innan heimilis og utan. Góð byrjun væri að setja þetta í okkar grunnlög í stjórnarskrá. En síðan fyrir þetta þurfum við líka að tryggja að afnema tekju mismun kynjana. Við þurfum að bæta kjör kvennastétta. Að við búum í samfélagi þar sem þetta mest kynskiptasta vinnumarkað í Evrópu. Ég held að það var bara Norðurlöndin. Ég held að maður rétt að þá þetta í Evrópu og þá þetta bara hreinlega vegna þess að við erum með svo, konur eru svo mikið út á vinnumarkað. Við erum í rauninni með, það eru 81% karla út á vinnumarkað, 79% kvenna. Þetta jafnt, við vinnum öll. En það sem gerist það að konur fara þá í störf sem eru þá metin sem kvennastörf. Þær eru að fara að sinna og fá bara núna borga fyrir að þrífa og borga fyrir að passa börnin. Og þessi störf eru metin lægra í okkar verðmætamati samfélagsins og við þurfum einhvern veginn að tækla þetta með samstilltu átaki að hvernig getum við bætt kjör þessara kvennastétta og síðan þetta þurfum að gera hluti svo við þurfum að fara að við líka eitt sem kemur fólki svo mikið óvart við erum eina Norðurlandið sem ekki tryggjum dagvistun barna pælum aðeins í því, við erum ekki búin að lögskylda dagvistun barna, það að gera réttindi, að það sé réttindi barna að njóta dagvistunar og við þurfum
að tryggja það með þess sammi og við þurfum að gera það svo að það sé ekkert brúna bil á milli þess að fæðingarorlof endar og dagvistun hefst eins og að þá eru flest sveitafélög sem tryggja dagvistun frá með 2 ára aldri en fæðingarorlof bara í 9 mánuði, 6 mánuði fyrir suma og hvað gera foreldrar þá í millitíðinni að þau þurfa að tjasla þessu saman og þau þurfa að fara á vinnumarka og þau þurfa að þola tekjuskerðing og það engum til góðs. Við þurfum að lengja fæðingarorlofið og mun meira en til 12 mánuða og við þurfum að tryggja dagvistun upp á því. Og síðan kannski það sem mitt, það sem ég hef svona kannski brennur mest fyrir mér vegna þess að ég hef svo mikið áhuga á kem af góðan kennarættum og kennari í mér það að ég vil sjá kynjafræði skyldufag sem skyldufag á öllum skólastigum ekki aðeins í framhaldsskóla heldur líka í grunnskóla og líka í leikskóla að ég vil að kynjafræði sé í rauninni eins og núna þá erum við með námskrá sem segir það að jafnrétti sé einna megin stöplum okkar menntunar en þegar þetta bara svona sett svona almennt að það þýðir það í rauninni ekkert gert ég vil sjá kynjafræði sem fag og það tengt við þá einmitt fræðslu og kennslu í þá lýðræði og þáttökur og borgaralegri virkni við séum að ala og umhverfisvitun að það sé að við séum að ala upp borgara fyrir 21. öldina sem eru upplýstir og sem eru jafnrétti sinnaðir vegna þess að þú veist að allt sem við erum að tala núna þetta eru plástrar og breytingar sem við gerum á samfélag það rosalega erfitt að breyta í rauninni þeirri grunnvitun sem við höfum frá okkar uppeldi og það við erum ekkert öll sem getur farið eða sem förum í þá vegferð en við getum breytt þeim sem koma á eftir okkur og þar byrjar í skólanum Sigurbjörg. Já, þetta verður heldur góð listi. Góð listi. Er þetta to-do list fyrir Pírata? Já, ég held það. Við erum með margt þarna í stefnunum sem ég get tjekkað á. Að mínum að þetta er mikilvægast að við tryggjum tækifæri allra til þess að hafa aðkomu til dæmis að stjórnmálum og hafa þáttöku og það þetta ekki gert bara með boðum að bönnum eins og vorum að tala aðan heldur eiginlega ábyrgð fjölmiðla fólks rosalega rík og ég myndi segja að það sé eiginlega þú veist það eru þau sem að stýra umræðinni og að því það þar sem við raunverulega segjum þar sem við fáum upplýsingar hvað við hæfi og hverjir fara í þetta og hitt og hvernig við tölum við fólk og fólk Svo það ég myndi segja að þar þurfum við að taka okkur á en það bara hver og einn að eiga það við sig. Já, auðvitað, nú ég unnum mjög mikið með fjölmiðlum allan heim hvað varðar svona codes of ethics og hvernig þessi hlutir eru háttaðir og já, hugmyndir að konur ekki skraut og staðmyndir ekki vera festar í hvernig fréttir eru gerðar eða borðnar fram. Ég meina það nú fyrrverandi þingkona hér hjá Pírötum Ásta Guðrún Helgadóttir sem, næstu ég minni með beinlinnis var kölluð skraut, hvort hún væri ekki bara skraut. Þetta ekki mörg ár síðan. En hún var auðvitað búin að fremja stóran glæp. Hún var ung, ljóshærð, kona sem kunni ekki skamma sín og fannst bara henni geti tekið þátt út frá sínu kjörna sæti í umræðu. Og við erum svolítið ennþá þar. Að við verðum að vita að þegar kemur að þessum þáttum, nú ég búin að rita niður hjá mér, varðandi bæði ofbeldi, varðandi jafnrétt og enga mismun í launum og þessar kvennastjættir, fæðingarorlof sem mér finnst gaman að kalla foreldraorlof, kynjafræði, tengt lýðræði í menntun og kennslu og aðkomu og þáttaka allra og þessi ábyrgð sem fjölmiðlar hafa þegar það kemur að hvernig við sem samfélag tökum á við erum meira en eitt kyn en ef við sjáum bara eitt kyn þú veist sjáum við bara hálfan heiminn og minna en það og með því að veita öllum hópum tækifæri til þess að taka þátt, hafa aðkomu þá held ég við fáum alltaf bestu og sanngjarnustu niðurstöðuna á afurðina út úr vinnunni. Og með þeim að styrkja þessar leikreglur og þá komum við aftur í stjórnarskrána. Hvaða leikreglur höfum við sem samfélag
skapað okkur. Akkurat. Ég ætla að þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna og fyrir spjallið. Já, Takk sömuleiðis. takk fyrir og hérna bara áfram 19. júní. Við við höldum áfram. Akkurat, og til hamingju við öll með daginn. Já. Og réttindi kvenna líka. Já. Takk sömuleiðis. Ég segi bara, þingmaðurinn, hann þarf bara að fara í siðferðislega endurhæfingu.